Hver á sér fegra föðurland eftir huldu. Hver á sér fegra föðurland með fjöll og dal og bláan sand, með norðurljósa bjarma band og björk og lind í hlíð. Með friðsæl bíli, ljós og ljóð, svo langt frá heimsins víga slóð, geim drottin okkar dýra land duna jarðarstríð. Hver á sér meðal þjóða þjóð, þekkir hvorki sverðni blóð, lifir sæl við ást og óð, og auð við friðsæld gaf. Við heita brunna hreinan blæ, og hátign jökla bláan sæ, hún uni grandvör farsæl fróð, og frjáls við ysta haf. Ó Ísland fagra ættar byggð, eilíf sé þín gæfa tryggð, öll grimmd frá þinni ströndu styggð, og stöðugt allt þitt ráð. Hver dagur litið dáð á ný, hver draumur rætist verkum í, svo verði Íslands áskær byggð, ei öðrum þjóðum háð. Svo aldrei framar Íslands byggð, sé öðrum þjóðum háð. Kæru íbúar Norðurþings og aðrir sem kunna að horfa, gleðilega hátíð. Ég ekki sveitarstjóri Norðurþings eins og flestir sjá og var vissulega auglýstur hér í dag. Ég heiti Kolbrún Ada Gunnarsdóttir og forseti sveitarstjórnar. Ég var beðin að vera með stutt ávarp hér. Í minningu minni var yfirleitt gott veður á 17. júní. Fánar voru dregnir að húni, sundmót var haldið, messa, skrúðganga, ræðuhöld, söngvakeppni, hestbak, hoppukastalar og jafnvel disko kvöldið. Þetta það sem rifjast upp fyrir mér þegar ég lít tilbaka. En sökum ástandsins í heiminum og þeirra reglna sem settar voru til að auka öryggi okkar var ákveðið að reyna nýja leiðir til að fagna þessum degi. Við höfðum ákveðið að fagna 70 ára kaupstaðaréttindum Húsavíkurbæjar á þessum degi. Vera með hátíðarfund sveitarstjórnar og bjóða upp á ýmsa viðburði. Það býður bara betri tíma. Ég hins vegar fletti upp í sögu Húsavíkur og ritinu Húsavík bærinn minn eftir Einar Georg Einarsson tilurð og ferli þess að þessi réttindi voru veitt. Hlutverk innan fyrstu hreppstjórnar voru ólík þeim sem nú eru í dag og þar má nefna fjallskilastjóra, gjaldkera og refaveiðistjóra. Það gladdi mig líka að sjá að í hópi fyrstu bæjarstjórnar var ein kona, ein af 7 meðlimum. Hún var titluð húsfrú en rak verslun hér á Húsavík til margra ára. Í dag erum við 6 konur af 9 fulltrúum. Við erum líka að takast á við verkefni sem varla voru fyrir séð fyrir 70 árum. Ekki bjóst ég við því að upplifa tíma þar sem ekki mátti að hitta hvert sem halda þurfti 2 metra fjarlægð, ferðalög takmörkuð eða jafnvel bönnuð. Skólahald þurfti að endurskipuleggja og margir að halda sig heima sökum undirliggjandi sjúkdóma. Samfélagið tók gríðarlegum breytingum. En með hækkandi sól hefur okkur tekist að mestu að komast út úr þessu ástandi þó áhrif þess muni gæta á næstu misserum. En mig langar ekki til að ræða erfiðleikana, heldur skoða hvað við getum tekið með okkur í farteskinu til að nýta okkur og gera betur. Hraðinn í samfélaginu minnkaði. Rannsóknir sýna að kvíði og depurð minnkuðu líka. Mjög margir fóru að huga að heilsunni, fundu ný áhugamál, ég til að mynda hellti mér út í súrdegsbakstur og margir eyddu meiri tíma með fjölskyldunni og hófu að ferðast landið okkar. Utanaðkomandi áreiti minnkaði til muna. Norðurþing hefur upp á ótal margt að bjóða. Tækifærin til að sækja fram eru óteljandi. Við þurfum að taka hugarfarið þangað, horfa frekar á tækifærin heldur en ógnanir og veikleika. Við eigum mikinn mannauð, sérstaklega í ungu fólki. Unga fólkið þarf góðar fyrirmyndir, sterkt bakland og uppörfun. Ég hvet okkur því til að setja okkur ný markmið fyrir framtíðina. Hættum að hlaupa á eftir öllum gylliboðum, veltum fyrir okkur hvað við þurfum og hvað þurfa börnin okkar. Í hvernig samfélagi viljum við lifa? Við verðum að vera fyrirmyndir og leiða með góðu fordæmi. Mikill órói í heiminum og mannréttindamál hafa verið efst á baugi undanfarið.
Samfélag okkar fjölmenningarsamfélag og það ætti því að vera öllum óhjákvæmilegt að vera í persónlegum samskiptum við fólk af ólíkum uppruna. Þáttaka í samfélaginu öllum mikilvæg. Okkur það mikilvægt að vera gildandi í því samfélagi sem við búum í og fá að tilheyra. Lýðræðislegt samfélag okkur mikils virði. Grundvöllur lýðræðis að vald ekki bundið forréttindum. Lýðræði þáttaka borgara, upplýstur skilningur borgara og að allir hafi rétt til þáttöku. Samheldni og sameining hlýtur að skipta öllu máli þegar við sem hópur, hvort sem það þjóðin öll eða eitt sveitarfélag, brjótust út úr einhverju og inn í breytt ferli. Það að geta sameinast eitthvert ákveðið verkefni, einhverja hugsjón eða framtíðarsýn hlýtur að fleyta okkur í gegnum erfiða tíma, erfiðar breytingar og umræður. Samfélagsmótunin og þáttakan ekki alltaf auðveld. Við þurfum að spyrja okkur erfiðu spurningana. Við þurfum að spyrja okkur hvernig samfélag viljum við hafa. Erum við sátt við stöðuna núna? Ef ekki, hvað getum við gert til að bæta úr henni? Ekki hvað manneskjan í næsta húsi ætti að gera fyrir okkur. Við þurfum að vera tilbúin til að breyta eigin hegðun til að ná þeirri heild sem við viljum. Og ekkert erfiðara en að breyta sjálfu sér. Og í því samhengi tel ég eitt það mikilvægasta að vera góð manneskja. Að kenna börnum okkar að vera góðar manneskjur. Kenna þeim að virða aðra og skoðanir þeirra menningu. Standa upp fyrir þeim sem þurfa á því að halda. Rétta fram hjálparhönd þegar við á og styðja hvort við annað. Leyfum mistök og fögnum þeim. En leggjum áherslu á að læra af þeim og gera betur næst. Við unga fólkið okkar vil ég segja þetta. Látið ykkur dreyma. Ekki láta úrtölur annara aftara ykkur í að ná þangað sem þið viljið. Vinnið að því sem þið trúið á og verið þið sjálf. Nú á tímum flokkunar og ímyndarmaníu oft erfitt að standast kröfur Instagram, Facebook, Snapchat og þess háttar. Munið að á allri glansmyndinni líka baklið. Takið ykkur því stundum frí. Prófið að sleppa því að vera með síman með ykkur alla daga. Spjallið við fullorðna fólkið, spjallið við þá sem þið þekkið ekki, stundið íþróttir, útivist, listsköpun og allt sem hugurinn girnist. Fræðist, farið í ferðalög og kynnist öðrum menningarheimum. Lærið að lifa og njóta. Umfram allt skulum við öll vera góðar manneskjur. Heimurinn þarf á þeim að halda. Njótið dagsins og takk fyrir mig. Ég lít í andaliðna tíð, leynt í hjarta geymi, sú ljúfa minning létt og hljóð. Hún læðist til mín dag og nótt. Leynt í hjarta
ljúfa minning létt og hljóð. Hún læðist til mín dag og nótt. Svo aldrei gleymi, svo aldrei gleymi. Kæru íbúar í Norðurþingi, gleðilega þjóðhátíð. Sveitarstjórn Norðurþings samþykkti í september á síðasta ári tillögu B-lista þess efnis að ár hvert frá og með árinu 2020 yrði listamaður Norðurþings útnefndur þann 17. júní á þjóðhátíðardegi Íslendinga. Það er að því tilefni sem að við erum hingað komin og er það mér mikill heiður að upplýsa ykkur hvaða einstaklingur verður útnefndur hér á eftir. Í mars síðastliðinn auglýsti fjölskylduráð Norðurþings eftir því að tilnefningar bærust til ráðsins en því var falið það hlutverk að velja og rökstyðja útnefningu listamanns sveitarfélagsins. Alls bárust 6 tilnefningar eða umsóknir og vilja koma góðum þökkum til allra fulltrúa í fjölskylduráði og starfsmönnum ráðsins fyrir velunnin störf að þessu tilefni. Sveitarfélagið og sá útnefndi munu gera með sér samning til 1 árs sem hefur það að markmiði, eins og kveður á í reglum úthlutunina, að stuðla að fjölbreyttu og öflugu lista- og menningarlífi í sveitarfélaginu og skapa vettvang fyrir listafólk til að koma list sinni á framfæri. Með samningi þarum vill Norðurþing hvetja listamann sveitarfélagsins til samstarfs við félög innan sveitarfélagsins og skóla, eldri borgara og eða aðra listamenn í Norðurþingi með það að markmiði að auka sýnileika og samstarf þeirra sem vinna að listsköpun í samfélaginu. Fjölskylduráð Norðurþings veitir listamanni Norðurþings árið 2020 starfsstyrk að upphæð 500.000 krónum sem nýta ber til samræmis við þau markmið sem útlistuð voru hér að framan. Norðurþing mun að auki útvega húsnæði í eigu sveitarfélagsins til listviðburða ef þörf er á. En þá er ekkert af vanbúnaði að upplýsa hver verður útnefndur fyrsti listamaður Norðurþings. Einróma ákvörðun fjölskylduráðs var að útnefna Pétur Jónasson ljósmyndara, listamann Norðurþings 2020. Það er alveg óhætt að segja að Pétur hefur frá upphafi verið einhver framsæknasti ljósmyndari landsins og rekur enn ljósmyndastofu sína sem hann opnaði 1962 á Húsavík. Hún er því í dag elsta ljósmyndastofa landsins. Pétur hefur ávallt verið meðal þeirra fremstu í að tileinka sér nýja tækni og framfærir tengjast ljósmyndun og framköllun. Í gegnum tíðina hefur hann því bæði sinnt faglegum hliðum síns starfs til jafns við þær listrænu með einstakri natni og næmni fyrir minnstu smáatriðum. Margar kynslóðir Húsvíkinga hefur hann myndað á stofu sinni í skólum bæjarins, í Húsavíkurkirkju, í leikhúsinu eða við önnur tilefni. Það er mér heiður að fá að útnefna þig, Pétur, listamann Norðurþings 2020. En áður en ég vil biðja Heiðbjörtu Ólafsdóttur, formann fjölskylduráðs, að færa þér viðurkenningu, þá vil ég lesa upp þann rökstuðning sem barst með tilnefningu þinn inn til sveitarfélagsins, en hann er eftirfarandi. Eftir nám í ljósmyndun setti Pétur upp ljósmyndastofu á Húsavík 1962 og hefur rekið hana æ síðan.
Á þessum tíma hefur eðli málsins samkvæmt verið tekin aragrúi mynda á stofunni hans sem og við ýmis tilefni. Til gamans má geta þess að fyrstu myndirnar sem Pétur seldi, þá táningur að aldri, voru úr leikritum sem voru sett upp í fæðingabæ hans Suðureyri. Meðan hann var í námi í höfuðborginni myndaði hann svo meðal annars revíur. Pétri hefur alla sína starfstíð verið umhugað gæði mynda og gott verklag og hefur kappkostað að hagnýta bestu fáanlega tækni á hverjum tíma. Oftar en ekki hefur hann verið frumkvöðl í að fá fram betri tæknilega lausn en áður hefur þekkst. Pétur hefur myndað sýningar Leikfélags Húsavíkur frá því ljósmyndastofan var sett á laggirnar eða samfellt í 58 ár. Ekki aðeins hefur hann komið og ljósmyndað hverja uppfærslu heldur unnið myndirnar af alþekktri hnattni, valið úr og prentað út. Myndir hans úr starfi Leikfélags Húsavíkur telja án efa einhver 1000 og hefur ómæld vinna og efniskostnaður verið framlag Péturs til samfélagsins. Þetta framlag hans hefur skilað ómetanlegum menningarverðmætum sem mikilvægt er að varðveita og miðla, segir í innsendri röksemdafærslu sem eins og áður kom fram fjölskyldur á Norðurþings tók heilshugar undir. Nú hugmynd að samstarfi listamannsins við Norðurþing fylgdi þessari tilnefningu og hún í raun í 3 þáttum. Í fyrsta lagi þingeysk portrett. Það eru þá valdar myndir Péturs í sýningar sem hugsuð í sýningasal Safnahússins. Tímabilið allt frá 1962 til dagsins í dag. Í öðru lagi svipmyndir úr leikhúsinu, valdarmyndir á sýningu sem síðan yrði til varðveislu hjá Leikfélagi Húsavíkur, tímabil 1962 til dagsins í dag. Og svo þriðji möguleikinn, það að segja námskeið eða tilsögnum hvernig taka megi betri myndir með símanum þínum. Nú það samstarfsaðilanna Norðurþings og Péturs að útfæra nánar þau tækifæri sem vonandi gefast til að gera list Péturs hátt undir höfði næsta árið. Það á hann sannarlega skilið því ævistarf hans hér í samfélaginu verður seint full þakkað. Innilega til hamingju, kæri Pétur, með útnefninguna listamaður Norðurþings 2020. Ég vil biðja ykkur að koma hérna til mín, innilega til hamingju og Heiðbjört Ólafsdóttir að fá að veita þér hérna örlítinn vott. Já, ég þakka innilega fyrir hlý orð í minn garð og reyni að standa undir þessu og útbúa sýningu og vera með námskeið sem vonandi gengur bara vel. Þakka aftur innilega fyrir mig. Takk fyrir.